Komið sæl og verið velkomin í samtal ferðaþjónustunnar við stjórnmálin í aðdraganda alþingiskosninga í september næstkomandi. Í þessum þáttum ætlum við að bjóða fulltrúum stjórnmálaflokkana að koma til okkar og ræða þá sýn og stefnu, þá framtíðarmöguleika sem eru í greininni, það sem flokkarnir sjá í framtíðinni og reyna að leiða fram þær hugmyndir sem að þeir ætla að fara með inn í næsta kjörtímabil. Þættirnir verða sendir út á Facebook síðu SAF og vísi.is og verða líka aðgengilegir í sjónvarpi Vísis. Við hvetjum rekstraraðili ferðaþjónustu til þess að senda okkur spurningar, til þess að spyrja fulltrúa flokkana og fyrsti gestur okkar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar. Velkomin Þorgerður. Takk fyrir Jónas Þór. Gaman að sjá þig. Takk fyrir að vera með í þessu með okkur. Takk fyrir, bara sömuleiðis gaman að fá að koma eitthvað í stúdíu til ykkar. Já, það að gera að nota svona góða aðstöðu. Kannski byrjum við aðeins á léttunótunum. Nú eru Íslendingar búin að vera mjög duglegir að ferðast síðastliðna mánuði. Ertu búin að skreppa eitthvað út á landi? Ertu búin að fara á gönguskíðanámskeið eins og helmingur þjóðarinnar? Já, ég fór á gönguskíðanámskeið á sínum tíma fyrir 2 árum, fyrir vestanum mitt, tvisvar á Ísafirði, frábær námskeið og ég stefni á Siglufjörð núna í mars. Og svo ég mikið að ganga bara í Ölfusinu og heima. En síðastliðið haust þá fórum við einmitt líka á Vestfirðina með fjölskylduna, þannig já, maður hefur nýtt tækifærið og ferðast við og komist að því að krakkarnir sækjast líka eftir því að fá að sækja heim landsluta sem að þau hafa ekki endilega heimsótt. Þannig að ég í svona forréttindastarfi, ég fæ að fara út á land og fara víða. Var Seyðisfirði í síðustu viku og Egilsstöðum, Eskifirði, fór Austurlandið og það er ótal tækifæri þrátt fyrir að við séum að byggja upp eftir skriðuföllin. Að þá finnum maður líka samstöðuna að byggja upp og halda áfram, ekki síst í ferðaþjónustu. Það mjög jákvætt. Þetta hefur einmitt eins og segir verið gríðarlega gaman að sjá, þó að íslenski markaðurinn sé ekki stór, þá er ótrúlega gaman að sjá hvað fólk hefur verið duglegt að fara út á land og nýta sér þjónustu allt land, ekki bara út á landi, þetta líka hér á höfuðborgarsvæðinu og ég held og við vonumst til þess í greininni að þetta muni vera til þess að fólk einmitt svona innanlandsmarkaðurinn verði sterkari núna næstu árin. Fólk nýti sér betur það sem í boði þegar það hefur séð í rauninni hvað hefur gerst á undanförnum árum. Já, ekki spurning og svo líka því að það allir að tala að efla nýsköpun sem við náttúrulega styðjum heils hugar og það náttúrulega frábært að sjá nýsköpun og sprotafyrirtæki fara áfram. En nýsköpunin hefur heldur ekki síst átt sér stað innan ferðaþjónustunnar og það skynja maður bara á síðustu 5 árum, 5 til 10 árum hvað hún hefur þróast og breyst og það líka nýsköpun sem hefur átt sér stað bæði hér á höfuðborgarsvæðinu eða Stór-Hafnarfjarðarsvæðinu og líka annars staðar á landinu og það finnst mér alveg gríðarlega jákvætt hvað við erum að sjá bæði í upplifunar, ferðaþjónustu, að njóta, matreiðslu og fleira. Þannig að það er ýmsir þættir sem að svo fyllilega skilið að flokkast undir nýsköpun og framþróun. Akkurat. Þessi vöruþróun sem hefur orðið undanfarin, sérstaklega kannski 67 ára náttúrulega gríðarlega allt land og þessi atvinnuuppbygging sem að fylgir henni allt land hefur verið svo mikilvæg fyrir þessi litlu samfélag út allt. Algjörlega. Það sem við ætlum nú kannski að ræða svona kannski fara zooma þess út og fara í efnahagslífið og atvinnulífið svona almennt og nú hafið þið á köflum hjá Viðreisn bæði verið rósað ýmsum aðgerðum stjórnvalda og líka komið gagnrýni og bent á leiðir sem að ykkur finnst að hefði kannski átt að fara betur. Svona ef við horfum aðeins yfir sviðið undanfarna mánuði, hvað hefur ykkur fundist takast vel til og hvað það kannski sem að ykkur hefur verið finnst vanta upp á? Mér fannst í byrjun sérstaklega að þá fannst mér mikilvægt að styðja ríkisstjórnan og mér fannst svo gott að finna ákveðin hug að stjórnvöld ætluðu að taka þessu alvarlega samhliða því sem ég tel hafi verið afar farsælt skref að þau í rauninni láta sóttvarnateymið það að koma með ráðleggingar varðandi þær sóttvarnir sem við þurfum að byggja upp og standa fyrir. Að þá var ákveðin metnaður fannst mér hjá ríkisstjórninni að gera vel og það var talað að við þurftum að gera meira en minna. Síðan þegar til kastana kom að þá fannst mér einmitt vanta það að stóru skrefin stigin strax. Það var margt mjög fínt og ég til dæmis hlutabótaleiðin, ég held að það hefur verið mjög
virkt úrræði, farsælt úrræði og að sama skapi tel ég að hafi verið mistök að við fórum að svona gera skorðirnar hærri og erfiðar og meiri þegar framleiði stundur, þannig að það margt fínt sem hefur verið gert, það ýmsir styrkir sem að ég veit að vinir mínir í ferðaþjónustunni og þeir sem að hafa staðið frammi fyrir miklum erfiðleikum, þurft að loka hálfgreiðslustofur og fleira að hafa geta nýtt sér en við lögðum mikla áherslu á það að þessi skref eru stigin strax og svolítið að fókusera og segja ekki fara í svona almennar aðgerðir, heldur fara í lækkun til að mynda tryggingagjaldi á ferðaþjónustuna, á veitingabransan, tímabundið, til þess að gera nákvæmlega það sem að flestar þjóðir eru að reyna að gera, að slá svolítið skjaldborg utanum þessa mikilvægu atvinnugrein, þannig að ekki heldur þegar á rís aftur upp á lappirnar að þá verðum til þessi stakk búin til þess að gera það og ég verandi, sumir segja með mikla hægri manneskju, aðrir segja ekki en auðvitað maður með fullan vara á því þegar kemur að ríkisútgjöldum en þetta marg borgar sig að ýta undir ferðaþjónustuna því þetta atvinnugrein sem hefur sýnt sig og bjargað okkur síðastliðin 10 ár, hún á stóran þátt í því að við erum nákvæmlega stödd þar sem við erum á tiltölulega góðum stað þrátt fyrir COVID, þannig að við þurfum að halda áfram og hafa þolinmæði til þess að standa með ferðaþjónustunni og veitingabransanum líka sem að hefur átt mjög erfitt og hluta til líka menningu og listir. Þetta eru þau svið sem að við sjáum að þungin hefur hvað mest skollið á og það alveg hægt að segja það að ferðaþjónustan, veitingabransin hafi verið svona í framvarðasveit atvinnulífsins þegar kemur á sóttvörnum. Þetta þær atvinnugreinar sem tóku svolítið að sér sóttvarna hlutverkið í atvinnulífinu og við verðum bara einfaldlega að horfast í augu við það og standa með þá þessum atvinnugreinum. Akkurat. En þið hefur kannski viljað sjá þá eins og segir svona fókuserari aðgerðir jafnvel niður á atvinnugreina flokka eða eitthvað slíkt svona með það svona hverjir það hafi verið sem hafa verið að lenda í mesta áfallinu. Já, í byrjun hefði náttúrulega þurft að taka þessu stóru skref og við vitum alveg það verða að gera mistök og þú veist við vonumst öll til að brúarláni sem að ríkisstjórnin lagði mjög mikla áherslu á myndi skila sig, það hefur ekki gerst. Gott og vel, það betra að gera eitthvað og gera það einhver mistök en gera samt vel í stóru myndinni. Já, við hefðum viljað gera þá, við lögðum fram til og við tókum strax til að mynda þó margir hafi gert grín að ferðagjöfina á sínu tíma, við tókum strax vel í það, töldum þetta að væri mjög jákvætt skref, gaman að reyna að prófa nýja hluti þegar verið að fara af stað með efnahagsráðstafanir en við sögðum líka undir lok ársins að það líklegt að þetta muni lengjast þetta tímabil, þar að segja COVID tímabili og þá lögðum við til viðbótar að hún myndi framlengjast, fara upp í 15.000 ferðagjöfin, myndi taka til menningar og ferðaþjónustu til þess einmitt að reyna að setja eitthvað stopp fyrir blæðinguna því að þetta þau svið sem að munu líða mest núna þessa vikurnar og næstu mánuði og lítill sem engin fyrirsjáleiki fyrir þær greina. Þannig að þetta svona dæmi eitthvað sem hægt væri að gera. Við höfum líka lagt áherslu á það að ekki bara að lækka tryggingagjaldið og hugsalega fella það niður, sérstaklega hjá þeim sem að ráða inn til sín starfsfólk í ferðaþjónustu og veitingabransa. Við höfum líka lagt til að það megi tímabundið, þá erum við að tala hugsalega til næstu 12 mánaða, fella niður virðisaukaskatt á gistingu, leiðsögumennsku, fararstjórn og veitingahúsum. Þetta allt gert til þess að reyna að koma okkur áfram. Akkurat. En það akkurat einmitt þetta sem að kannski hefur brunnið á mörgum og kannski náttúrulega einn stærsta birtingamynd þessara aðstæðna atvinnuleysið sem að á eftir að fylgja okkur náttúrulega þetta ár og kannski segja við séum ekki þjóð sem vön því að kannski bara kunnum ekki að takast á svona fjölda atvinnuleysi, höfum aldrei þurft að glíma við það í rauninni að þessari stærðargráðu í lengri tíma. Þannig að hvernig sjáu þið það fyrir ykkur, hvernig komum við fólki aftur út á vinnumarkaðin eins og nú mikið talað að það verði að leysa atvinnuleysi til dæmis í samhengi við viðspyrnu ferðaþjónustunnar og lyfta atvinnulífinu. Þannig ertu sammála því að það sé helsta leiðin? Já, það ein af stóru leiðunum sem við eigum að fara. Frá október 2019 fram í október 2020 þá erum við að tapa 17 til 18 störfum með við tölur Hagstofunnar.
þar eru 14.000 störf sem að tengjast ferðaþjónustunni og hennar greinum. Þannig að já, ég tel tvímælalaust hlutina vera þannig að við eigum að leggja áherslu á, og þetta mikilvægt upp á það að af hverju við erum að halda ferðaþjónustunum á lífi. Auðvitað þarf ferðaþjónustunum, við vitum það og vissum það fyrirfram með að við tölur fyrir COVID að það blasti við einhver hagræðingana ferðaþjónustunum, það gerist bara með nýjum greinum. Við erum búin að sjá hvernig með sjávarútvegurinn hefur þróast, aðrar atvinnugreinar, við vitum það alveg að það þurft að fara í einhverja hagræðinga. Það breytir ekki því að við þurfum á þessari atvinnugrein að halda. Hún burðu og hún veitir okkur mikla fjölbreytni, styrkir að önnur sviði landsins, ekki bara menningu, umhverfisvernd, heldur líka aðrar greinar. Þannig að já, ég tel mikilvægt að við höldum uppi ferðaþjónustunni, og ég veit að hafandi við unnið í þessu æðislega húsi og góða húsi að það hefur átt sér stað gríðarlega mikilvægt starf, bara unnið á síðustu árum, meðal annars þegar kemur að menntun og fræðslu innan ferðaþjónustunnar, og ég held að það muni núna nýtast gríðarlega vel svo vinna sem hefur unnin hér innan þeirra. Það hefur verið langtíma fjárfesting sem að mun skila sér núna inn á þennan erfiða tíma. Þannig að við fáum oft, og ég bara þegar maður að ferða svona kjördaminn og fara í kjördamaheimsóknir, þá fær maður spurninguna, ætliði nú að bjarga öllum? Nei, við erum ekki endilega að fara að bjarga öllum, en við verðum að hafa hér almenna leikreglur fyrir ferðaþjónustuna, þannig að hún fái hennar fyrir sjóleika. Vita af þeim stuðningi, eindregna stuðningi, að við þurfum á hennar að halda. Hún hefur áður bjargað okkur og hún mun gera það aftur. Hún mun byggja undir okkur, og þess vegna fyrir okkur sem erum að tala fjölbreytni í atvinnulífinu, þá verðum við að tala meira heldur en sjávarútveg og orkufrekan iðnað. Við verðum að tala ferðaþjónustuna og síðan náttúrulega fjórðageran, nýsköpunina. Akkurat. Við höfum lagt áherslu á það hér hjá SAF að einmitt atvinnulífið verði að fungera saman. Við náttúrulega erum að sjálfsögðu í hagsmunabaráttu fyrir okkar atvinnugrein, en við höfum lagt áherslu á það líka að það þarf einmitt að horfa til nýsköpunar og uppbyggingar í öðrum greinum, því að við þurfum að horfa til lengri tíma uppbyggingu á lífskjörum og viðhaldi lífskjara til framtíðar. Þannig að þetta skiptir okkur mjög miklu máli, líka þetta sambland og samspil atvinnugreinana. En kannski ef við einmitt horfum á þetta að nú erum við að fara inn í kannski 3 til 5 ára svona viðspyrnu uppbyggingar tímabil, og kannski næsta kjörtímabil að frá og með næstu kosningum í september að fara að kannski snúast töluvert mikið það, og eitt af því sem okkar félagsmenn leggja mjög mikla áherslu á, og svona þegar við erum að ræða við okkar félagsmenn það, hvað eigum við að vera að ræða við stjórnmáli núna, þá segja þeir, það er rekstrarumhverfi fyrirtækjana. Það er kostnaðurinn við að reka fyrirtæki á Íslandi, hann er gríðarlega hár. Við vitum að launakostnaðurinn er náttúrulega stór hluti, þetta er mannaflsfrek grein og þar fram eftir göttunum, og þess vegna kannski liggur beint við að spyrja, þegar þú og Viðreisn, þegar þið horfið inn í framtíðina, svona inn á næsta kjörtímabil, og að horfa, hvað er það sem þarf að gera? Hafið þið lagt fram, eða eru þið með svona einhverja sýn varðandi það hvernig rekstrarumhverfi fyrirtækja þarf að breytast, eða hvernig er hægt að breyta því á Íslandi, þannig að það verði líklegra að fyrirtækin geti einmitt ráðið fólk aftur, leist betur úr atvinnuleysinu og svo framvegis. Já, það er eins og ég segi, það er fyrsta lagi, og bara þakklátt einmitt fyrir þessa spurningu, það er náttúrulega fyrsta lagi er kannski til skemmri tíma viðfangsefni, og það er þetta sem við höfum verið að leggja áherslu á, þetta er tímabundi viðfangsefni vegna COVID, og við þurfum að vera með tilslaganir gagnvart ferðaþjónustunni, því afmarkaða sviði sem að henni tengist. Við þurfum þess vegna að tala eins og ég gat áðan að fella niður eða lækka virðisaukaskattinn tímabundið, og það er sama með þessar aðgerðir sem ég nefndi áðan, tryggingagjaldið, lækka það að fella niður tímabundið til þess að fólk, fyrirtækin, stór sem smá, ekki síst litlu og meðalstóri fyrirtækin, geti ráðið til sín og hafi bólmagn, og þessi hefur verið lýst ágætlega af hálfu vina minna, sem að ég held að líka þú hefur sagt að þegar tekið þessar sögur að þegar að vera að hringja frá Þýskalandi, því frábæra landi og mikilvæg fyrir okkur í ferðaþjónustunni, að það verður að vera einhver sem svarar í markaðsdeildinni og kortleikur og talar við fólkið, þjóðirna, til þess að koma hingað. Þannig að já, það er algjörlega þannig, við þurfum að gera það, en til lengri tíma, að það er það, við búum við gríðarlega sveiflur í okkar hagkerfi, og það er tvennt sem við þurfum að gera til þess að verða virkilega samkeppnishæf til lengri tíma, ekki bara til skemmri tíma. Og það er annars vegar að breyta þessu vinnumarkaðsmódeli,
horfa til Norðurlendana, fari það að láta eins og Norðurlöndin, Danmörk og fleiri eru með að viðmiðið, það sem að veitir taktinn eru útflutningsgreinarnar. Sú framleiðni sem að þær geta skapað, verðmætasköpunin sem að þær geta sinnt. Það barómetrinni, það viðmiði sem á að vera í vinnumarkaðsmálum og í vinnustaðasamningum. Þannig að það gríðarlega mikið. Við erum búin að tala um þetta lengi, við erum búin að skrifa ótal skýrslur og ég veit ekki hversu marga fundi við erum búin að sitja á þessu og yfir þessu og það tími til komin að bæði þetta hús en líka verkalýðshreyfingin axli sameiginlega þessa ábyrgð. Þau bera þyngstu ábyrgðina hér en auðvitað eru stjórnvöld hér, þau gegna mikilvæga hlutverki og ég ætla að fagna því að mér finnst ég hafa fundið þennan tón hjá forsætisráðherra og fjármálaráðherra og hvað get ég gert? Jú, það að halda þeim við efnið. Þetta risastórt hagsmunaspursmál fyrir vinnumarkaðin ef við ætlum virkilega að tala það að geta boðið hér samkeppnishæf lífskjör og samkeppnishæfar atvinnugreinar. Þannig að við þurfum að taka það. Það annað stóra máli, hitt stóra máli og þá ekki að koma þér óvart í nefni gjaldmiðilinn. Það brýnasta hagsmunamálið okkar núna. Auðvitað til lengri tíma þá það ekki spurning að ég tel að við eigum að taka skrefin í Evrópusambandið en það sem brýnast núna stöðugur gjaldmiðill og við verðum að leita allra leiða til þess að ná því fram og beita okkar pólitísku tengslum og samböndum til þess að ná tengslu við Evrópusambandið til þess að fá hér beintengsli eða annarkvort með upptöku evru eða öðru slíku og það sem að gerast og þá myndi ég hafa verulegar áhyggjur sem atvinnurekandi út í ferðaþjónustunni eða reka einhver fyrirtæki í tengslu við ferðaþjónustuna, útflutningsgrein sem okkur mikilvæg, ekki síst í lengri tíma. Að það þessi ákvörðun ríkisstjórnar peningamála eða seðlabankans það að í fyrra var sagt að því við búum í krónuhagkerfi að við ætluðum og við studdum meðal annars öll þessi útgjöld meðal annars út frá því að það átti að fara að prenta peninga. Það átti að taka hér innlendlán með enga gengisáhættu á lágum vöxtum. Síðan bara kúvent. Það bara kúvent og engin ræðir það. Og núna að fara í erlenda lántöku 300 milljónir núna og á næsta ári. Og það segir engin neitt þessa gengisáhættu. Það ásæst að halda genginu uppi með miklum hugsalega mjög miklum afleiðingu fyrir ferðaþjónustuna. Ekki síst litlu fyrirtækin og meðalstóru fyrirtækin. Og ég hef áhyggjur af nákvæmlega þessum þáttum fyrir ferðaþjónustuna, bæði hér á höfuðborgarsvæðinu en ekki síður litlu fyrirtækin í ferðaþjónustuna út á landi. Þannig að ég vil hvetja ykkur innan ferðaþjónustunar að taka þessa umræðu, hvað það skiptir máli, ekki ýta þess og undan sér eins og mér finnst allt og oft gert hér í þessu húsi, svo ég gagnrýni þetta hús líka, að við verðum annars vegar að vera með öfluga lausnir og framtíðarsýn varðandi vinnumarkaðsaðgerðir, hvernig við högum samningsgerð og lífskjörum í gegnum vinnumarkaðs og launasamninga og hins vegar að við fáum hér stöðugan gjaldmiðil. Þetta gríðarlega mikið hagsmunamál af því að ef við erum að fara að halda upp í genginu eins og mér sýnist Seðlabankinn og ríkisstjórnan að stefna með erlendur lánum og það hefur ekki verið nokkur tímabil í sögu Íslands og íslensku krónunar sem hefur verið án gengisáhættu, ekki nokkuð. Þannig að það hefur gríðarlega mikla áhættu í för með sér varðandi velferðarkerfið og ég hef talað að það sé verið að veðsetja velferðina til lengri tíma og síðan hitt að þetta getur haft í för með sér óbeina skattahækkanir á atvinnugrein eins og ferðaþjónustuna. Þannig að það eru brýnustu málin sem að við munum tala mjög fyrir í komandi kosningabaráttu. Hún að byrja svolítið snemma núna kosningabaráttan fyrir okkur sem hefur verið stundum allt á lengi inn á þingi. Ég man ekki til þess að hún hafi byrjað svona snemma. En þetta brýnasta hagsmunamál íslensku þjóðarinnar núna að það að fá hér stöðugan gjaldmiðil. Já, telurðu að ég meina það ekki launungumál og þetta alveg rétt sem þú segir að gengi gjaldmiðilsins gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir þjónustu í útflutningi og kannski sérstaklega fyrir einmitt atvinnugrein sem að í markaðs- og sölustarfi svona langt fram í tíman. Algjörlega. Þannig að fólk þarf að gefa upp verð í erlendu gjaldmiðli og veit svo ekkert hvernig þetta þróast.
Telur það sé raunhæft í rauninni, nú náttúrulega þetta augljóslega eitt af ykkar kjarnamálum, en bara svona, telur raunhæft að þetta geti gerst til dæmis að koma Íslandi í einhvers konar gjaldmiðil samstarf við til dæmis eins og Evrópu og Evru á til dæmis næsta kjörtímabili eða næstu 5-8 árum? Já, ég vona fyrir að því það liggur á. Til þess að við getum farið að því að þetta líka þessu hugsun talandi nýsköpunargeran. Það alveg ljóst að við munum ekki fá hér fjórðu grundvallar atvinnugreinina nema í gegnum stöðugan gjaldmiðil. Við munum ekki geta vaxið þar. Við þurfum bara að segja það eins og er. Við munum ekki geta byggt upp hér þau störf nema að vera með stöðugan gjaldmiðil. Við erum ágæti stökkpallur fyrir sprotafyrirtækjan og nýsköpunarfyrirtækjan en síðan eru þau farin. Og það heldur engin tilviljun að stærstu fyrirtækin bæði í orkufrekum iðnaði og í sjávarútvegi þau gera öll upp í erlendu gjaldmiðli. Þau láta litlu og meðalstóru fyrirtækin og ekki síst heimilinu það að bera áhættuna af íslensku krónunni. Og mér finnst það bara ekki sanngjarnt. Þannig að þetta eitt af okkar stóru verkefnum, já. Ég ekki hagfræðingur, ég búin að tala við marga og að reyna að skoða þessa mynd og þeir segja allir sem að ég hef rætt við höfum tækifæri núna af því að þessi einskiptis aðgerð á sínu tíma sem að fólst í því að erlendu kröfuharnir gerðu upp og borguðu stórar fjárhæðir í ríkissjóð, þannig sem við fengum síðan í gegnum bankarna og erlendu þrotabúin, að við höfum tækifæri núna meðan að gjaldeyrisvarasjóðurinn svona stór. Og við verðum að nýta það skynsamlega og það sem lykilatriði fyrir íslensk heimili, litlu fyrirtækin, meðalstóri fyrirtækin í ferðaþjónustu en líka innan nýsköpunarsprotageirans og annar staðar að það að fá þennan stöðuga gjaldmiðil. Við getum gert það og ég sannfærður það með pólitískum atbeina, samskiptum, tengslanetti. Ég ekkert bjartsýn að fara með þetta í gegnum embættismannakerfi. Ég viðurkenni það alveg, en í gegnum pólitíska forystu og við sjáum það bara líka í gegnum til dæmis bólusetningarmálið að undir eins og pólitíkin fyrir að skipta sér að því hverjir fá og geta fengið bóluefni, þá hreyfist eitthvað og við sáum það bara strax þegar Katrín steig inn í mjög vandræðilega stöðu hjá ríkisstjórninni varðandi bóluefnið og sagðist vera að skoða þetta með Pfizer, þá hreyfist eitthvað og það sama sjáum við út í Evrópusambandinu og annar staðar að þegar Ísrael og ísraelski forsætisráðherrann beitir sér sjálfur fyrir ákveðnum hlutum, þá hreyfast hlutir. Akkurat. Þannig að já, hvað þetta varðar, þá ég bjartsýn og við höfum grundvöllin fyrir þetta. Og ég vil benda á líka talandi gjaldmiðilinn, annar þáttur sem mjög furðulegur að við á þessum tímum þegar engar aðra þjóðir, ekki heldur ferðaþjónustu þjóðir, eru að upplifa verðbólgu á þessum tímum. Það samdráttur. Við erum eina þjóðin sem erum að fara upp áttfalt frá síðustu 7 árum með verðbólguna. Þá eitthvað fyrir utan atvinnuleysi. Þannig að ef að þetta vekur ekki fólk til umræðum gjaldmiðil þá veit ég ekki hvaða hagsmunir eru það sem að blokkara þessa umræðu. Akkurat. Það má búast við að þetta verði til umræðu. Þetta verður heitmál og við munum sjá til þess að þetta verði á dagskrá. Já, ég efast ekki það. En það eins og segir, mikið hagsmunamál fyrir mjög marga og mjög áhugaverð umræða líka í samhengi efnahagslífsins í heild sinni. Eitt sem ég langar kannski að taka einmitt áfram í svona aftur það sem að okkar félagsmenn er að horfa til líka einmitt í tengslum við, menn náttúrulega að horfa á þetta amalgam, þetta bland ríkisaðgerða, kostnaðar sem að ríki leggur á fyrirtæki eins og tryggingagjald og virðisaukaskatt og allt þetta og síðan líka bara svona almenna gjaldtöku og sérskatta af greininni sem að náttúrulega búið að afnema gistináttaskattin tímabundið og komi hann aldrei aftur en það kannski fólk að horfa inn í þetta og svo blandast inn í umræðum hálendisþjóðgarð og svona ákveðin spór sem að kannski hræða í því varðandi eins og til dæmis gjaldtöku á hópferðabíla og hvernig við náttúrulega haga þessu og nú eru þið með til dæmis í ykkar stefnuskrá vissulega skrifuð og updateuð kannski fyrir einhverju síðan, ekki stöðun eins og hún í dag en til dæmis varðandi gjaldtöku á ferðaþjónustu eða það að það þurfa styrkja til dæmis eins og tekjustofna sveitarfélaga af ferðaþjónustu og að skoða fleiri leiðir til gjaldtöku heldur en bílastæðagjöld og eitthvað slíkt. Er þetta eitthvað sem að, hvernig sjáu þið þetta fyrir ykkur inn í kannski næsta kjörtímabil og svona miðað við stöðun eins og hún er núna? Eru þið með
einhver útfærðar tillögur eða sýn á þetta? Við erum að vinna þetta. Það er landsþing hjá okkur núna í 16. og 17. apríl, þar sem að nákvæmlega þetta, og ég veit að atvinnuveganefndin hefur verið að fara yfir þetta. En það sem að við þurfum og munum leggja mikla áherslu á, og við höfum gert og ég vona að fólk hafi tekið eftir því, eins og til dæmis varðandi sjávarútveginn, að við höfum talað um auðlindagjöld, við getum deilt leiðirnar, en það sem að við höfum alltaf sagt að við viljum sjá innviða sjóðbyggðan upp og að slíkir fjármunir fari til þeirra svæða þar sem að verðmætasköpunin á sér stað. Þannig að það sé beint tengsl á milli verðmætasköpunar og þess að menn sjá að það sé einhver uppbygging í gangi. Fyrir ferðaþjónustuna þá held ég sé gríðarlega eitt mesta hagsmunamálið og við sjáum það á könnunum á hverju ferðamenn að koma til landsins, það út á okkar dásamlegu náttúru og hún ekkert að fara og hvernig reynum við þá að styrkja ímyndina á þessu sviði og það gerum við með því að byggja upp náttúruna og þannig að ég til að náttúruvernd umhverfisstefna fari, það er beintengsl þar á milli og við uppbyggingu ferðaþjónustu. Þannig að þetta þarf að vera samspil. Hvað þýðir það? Á sínu tíma var náttúrupassi mikið til umræðu, fór í gegnum ríkisstjórnina 2013-16, skiljanleg umræða. Það var verið að reyna að bregðast við ákveðnum þunga sem var komin í ferðaþjónustunni. Ég held að það sé ekki lengur rétta leiðin. Ég tel miklu frekar að það eigi að fara í þessa almennu gjaldtöku á svæðum. Ekkert ósvipað að því við erum enn og eftir í þessu húsi að Samtök atvinnulífsins og þið lögðu til á sínu tíma í skýrslu frá 2016 minnum að það hafi verið, þar sem að er gjaldtaka á viðkomandi svæðin sem rennur þá til uppbyggingar. Eigendurnir sjálfur eru miklu betur til þess fallnir að meta það og stýra aðgangi ferðamanna og fá líka fjármagn til þess að byggja upp. Ég held að það séu hagsmunir sem eru mjög skýrir og ákjósanlegir og við erum að ýta undir. Þannig að ég er ekki á því að við erum að fara í þessa almennu gjaldtöku, miklu frekar að fara að horfa til þessara leiða, til þeirra ferðaþjónustu staða sem eru kannski minni og eiga í erfiðleikum með að fara í gjaldtöku til uppbyggingar á svæðum hjá sér. Það er að fara þessa leiði til að byggja upp einhver sjóð sem að þeir geta þá sameiginlega sótt í, en ég held að það skiptir miklu máli að ferðaþjónustan fari eins og hún hefur gert og ég vil hrósinni, hvernig hún hefur nálgast einmitt umhverfisvernd, náttúruvernd og vill vera þáttakandi, fullur þáttakandi í því að því það hagsmunirnir eru gagnkvæmir. Þannig að við eigum að vanda okkur þegar við fyrir þessa gjaldtöku en við verðum að fara í hana með einhverjum hætt og ég held að þetta sé ákjósanleg eins og var bent á hérðan á sínum tíma. Það er leið sem að hugnast mér. Já, einmitt. En síðan aðeins varðandi miðhálendisþjóðgarðinn. Já. Ég held að hugmyndi sé fín. Já, ég tel að við eigum að vinna náfram að mér fyrst. Ég hefði viljað sjá hana unna betur. Það er eitthvað að þegar allt er brjálað yfir jafn góðri hugmynd. Þannig að við eigum að taka þetta lengra. Það er eðlilegar ábendingar sem hafa komið fram bæði á hálfu ferðaþjónustuna en líka þeirra sem hafa notfært sér og notið einfallega hálendisins. Og við þurfum að skoða það, en við þurfum líka að benda á það að allmis Vatnajökulsþjóðgarður hefur gefist vel. Fólkið fyrir austan er ánægt með þá þróun, en þá þurfum við líka full klára, talandi það að ég var að koma Austurlandi, þá bentuðu á það, við þurfum að klára bæði stofnanasamninga og verndarsamninga í tengslu við Vatnajökulsþjóðgarði til þess að geta tekið næsta skref með miðhálendisþjóðgarði. Þannig að mér finnst þetta að vera gríðarlega spennandi tímar fyrir bæði umhverfisvernd en líka ferðaþjónustuna í tengslum við miðhálendisþjóðgarði, en við þurfum að vanda okkur, ná meiri sátt og gera þetta betur. Akkurat. Ég kannski, við erum nú búin að ræða það sem ég ætlaði einmitt kannski vera með á þessum tímabúti sem er einmitt gjaldmiðlinn og gengið og slíkt, en kannski ef við skoðum bara svona aðeins í lokin, setjum nú sem svo þessi klassíska spurningi, nú eru kosningar, Viðreisn kemst í ríkisstjórn. Hvað eru forgangsatriðin sem að þú myndir telja svona á þessum tímapunkti allavega að þú sæir fyrir þér að ný ríkisstjórn þurfi að byrja á því að takast á við í þessari viðspyrnu til þess að koma þessari atvinnugrein og í kjölfarið vonandi öðrum líka svona hratt í gang, lækka atvinnuleysið og slíkt. Hvað eru kannski svona 3-4 svona grundvallar aðgerðir sem þú telur að þyrfti að skoða strax?
Númer 1, setja gjaldmiðil strax í forgang. Þú veist bara íta því að stað. Það leysir ekki næstu 2 árin málin, en það gríðarlega mikilvægt að setja hann að stað. Í öðru lagi myndi ég segja að við þurfum að fara einfaldlega í það að gera regluverki einfaldara, skilvirkara, taka af öll þessi flækjustig. Flækjustigin birtist okkur mjög vel meðal annars í COVID-aðgerðum stjórnvalda. Það alveg ótrúlegt, við erum 360.000 og mér finnst við stundum vera með meira og flóknara kerfi heldur en Bretlandi eða aðra þjóðir. Við þurfum ekki að gera þetta allt svona flóki. Ég held að það myndi skipta miklu máli að setja inn hvata allstaðar til þess að íta atvinnulífinu aftur á stað, ekki síst hjá ferðaþjónustunni en líka öðrum atvinnugreinum. Þannig að skapa almennt sterkt, gott rekstrarumhverfi fyrir atvinnulífið. Ég held að þetta skiptir mestu máli en síðan að það þarf að fara leiðir með ríkissjóð. Við þurfum að skoða hvaða leiðir eru besta til þess að bæða hagræða og nýta fjármagnið betur. Og við sjáum það á tíma til dæmis hjá þessari ríkisstjórn að þá hefur opinberu störfum fjölgað 8.000, 2.000 störf frá því að þessi ríkisstjórn tók við með tölur Hagstofunnar. Það er ekkert að því ef við sjáum árangurinn. En hefur biðlistum fækkað? Nei, hefur ekki fækkað. Þannig að það dugar ekki bara að auka útgjöld ríkissjóðs ef við erum ekki að spyrja líka í hvað peningarnir eru að fara. Og það þarf aukið aðhald. Þetta verður ekki skemmtilegasta verkefni fyrir næstu ríkisstjórn í heimi að fara í, en ég held að næsta ríkisstjórn þurfi að taka miklu meiri festu á ríkisfjármálum heldur en þessi hefur gert. Og vel að merkja, setjum COVID til hliðar. Útgjöld ríkissjóðs voru orðin ósjálfbær fyrir COVID. Það sáum við á tölum í lok ársins 2019 og það er mikið umhugsunarefni að það er verið að ýta öllum þessum ákvörðunum og þessum skuldabakka á herðar og á næstu ríkisstjórn. Þannig að það þarf ríkisstjórn sem hefur svolítið staminu og svona grundvöld til þess að fara í að taka erfiðar ákvörðun á ýmsum sviðum. Það er allavega ljóst að við í Viðreisn, við gerðum ekki síðast og munum ekki heldur gera það núna, við munum ekki fara í það að lofa hér fara með lofar upp á 20 milljarða. Hinir flokkarnir, ríkisstjórnarflokkarnir sáu það, við ætlum ekki að fara í það. Er það ekki ágætt lokaorð? Þakkaði kærlega fyrir Þorgerður, það var búið að vera afskaplega áhugavert að spjalla við þig. Gangi ykkur vel í baráttunni. Já, takk fyrir það. Ég veit að það er skemmtileg barátta framundan, hafandi tekið þátt í svona sjálfur, þannig að þetta verða ekki leiðilegir tímar hjá stjórnmálunum þegar líður að kosningum. En við þökkum ykkur kærlega fyrir að horfa og bendum á að við verðum áfram með útsendingar með leiðtogum og fulltrúum stjórnmálaflokkana núna næstu vikur, einn í einu á miðvikudagsmorgnum klukkan 9:15 á Facebook síðu SAF og vísi.is. Og eins og ég sagði, hvetjum rekstraraðila í ferðaþjónustu til þess að senda okkur spurningar sem að þeir hafa áhuga á því að fá svör við. Og þættirnir verða síðan allir aðgengilegir í sjónvarpi Vísis. Við þökkum kærlega fyrir okkur, takk.